Góðan daginn og velkomin á þessa kynningu okkar hérna hjá Ársreikningaskrá. Ég vona að fólk heyri í okkur í útsendingunni, en þetta í annað skipti sem við höldum svona kynningu á þessum áherslaatriðum, bæði fyrir verðbréfaeftirlitið og fyrir sem sagt okkur sjálf, en áhersluatriðin hafa verið gefin út samfleytt frá því á árinu 2012 af hálfu verðbréfaeftirlitsins. Það öllu seinna sem við byrjuðum að gefa út áhersluatriði, en svona tilgangurinn með þessu sá að tryggja samræmi og gæði upplýsinga í ársreikningum og svo þessu nýja regluverki sem hefur verið að tynja yfir okkur, þar að segja ófjárhagslegum upplýsingum og mun leiða til hvað mestu breytingar sem hafa verið í þessu reikningsársumhverfi í bara sögu Evrópu og í heiminum bara almennt. Þetta virkar ekki. Svona, já. Við ætlum að byrja, þetta eiginlega tvíþætt hjá okkur, við ætlum að byrja á kynningu á því sem verðbréfaeftirlit Evrópu gefur út, en þau ná til strangt tekið til félaga sem sagt á markaði, þar að segja útgefandi í kauphöll og samstæðureikninga. En ég ætla að taka það fram þegar kemur að yfirfræðseftirlitinu að við horfum líka á þessu sömu áhersluatriði þegar kemur eftirliti með sem sagt félög sem nýta sér heimild til þess að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, enda gengi það ekki upp að vera með mismunandi gæði og mismunandi upplýsingar í yfirfræðsreikningum eftir hvort þú sett útgefandi eða ekki. Staðlanir alveg hreinir, þeir gera þessar kröfur til félag, bursi frá hvort þeir eru útgefendur eða ekki, en verðbréfaeftirlitið Evrópa hefur yfirleitt þetta þannig sem skyldu fyrir útgefendur, og svo erum við með heimild þar að segja félög geta óskað eftir því að taka upp alþjóðlega reikningsskilastaðla. Við ætlum líka að fjalla aðeins sjálfbærni staðla, nýja ESRS-staðlana sem eru að koma, og það miklu breytingar sem fylgja þeim, en það svona smá vandamál, við erum ekki búin að innleiða þá ennþá á Íslandi. Svo ætlum við að tala það sem heitir ESEF eða sameiginlega skýrsluform eða skýrslusnið, en það verið að þrýsta mjög á að allar upplýsingar séu stafrænar, þar að segja í staðinn fyrir að menn sé að slá þetta inn í tölvur hver fyrir sig, og getur við tekið upplýsingarna á vélesarlegu formi og lesið þær þannig inn til þín. Og svo eru svona í fjórðaliðnum eða fjórðahlutanum hjá okkur, þá er hérna aðeins verið að fjalla svona hluti sem hafa verið að koma upp og svona spurningar. En það sem ég segi, þessi áhersluatriði eru gefin út þess að tryggja gegnsæi á fjármálamarkaði og samræmda framsetningu upplýsinga í ársreikningum, og einnig að taka á svona vandamálum og álitamálum. Ég alltaf að leiðla séð að rápa dálítið, en skilst ég þurfa að standa við púltið til þess að heyrist í mér. En þegar eru til dæmis nýjar innleiðingar á nýjum stöðlum eða nýju regluverki, þá kom upp alls konar álitamál og annað, og eitt af því sem við verið að gera með þessum áhersluatriðum, það verið að leiðbeina mönnum í hvaða átt eiga að fara, reyna að svara þeim spurningum sem hafa verið að koma upp og taka á hlutum. Þetta líka stór hlutur í eftirliti, það í störfum okkar sem eftirlitsaðilum, það verið að samræma að eftirlitið á Evrópska efnahagssvæðinu sé eins. Það er að segja að við sem eftirlit á Íslandi bregðumst við með sama hætti og eftirlit á Spáni ef einhver frávik koma upp. Og eins og ég segi, með þessu þá verið að reyna að auka og styðja við tiltrú sem sagt aðila á markaði og efla gegnsæi og traust fjárfesta. Það er náttúrulega lykilatriði því að fjármálamarkaði geta fúnkerað með virkum hætti. Kannski þetta seinasta, þau eru sett fram fyrir stjórnendur, það er að segja þá sem koma að gerð reikningsskilana, þau eru sett fram fyrir endurskoðunarnefndirnar, fyrirtækja og endurskoðendur þeirra, og náttúrulega aðra fagaðila sem koma að gerð eða staðfestingu. Hjá verðbréfaeftirlitinu er það náttúrulega endurskoðendur, hjá Ársreikningaskrá þá er þetta í flestum tilfellum sem sagt þar sem við köllum svona staðfestingar, en ekki endilega endurskoðun. Ég held að það sé innan við 5% félag á Íslandi sem er endurskoðunarskyldir. Það sem við ætlum að fara í gegn, í yfirfræðslunni þá ætlum við að fjalla lausafjáráhættu, og svo ætlum við að tala þetta sem
hefur verið dálítið vanhöld á, það er að segja bullandi upplýsingagjöf varðandi reikningsskilaferðir, dómgreind stjórnenda og verulega maskennda liði, en það er þannig að þegar maður skoðar reikningsskilin, þá er svo margt sem byggir á mati stjórnenda þar og það skiptir máli að það sé fram með skýrum og greiningum hætti og kemur pínu vandamál hjá mér og það er sem sagt áhersluatriði sem tengja sjálfbærniskýrslum sem gerðir í samræmi við Evrópska staðlum sjálfbærniskýrslur eða þessar nýju ESRS-staðla sem byggja á þessi DT-skipuninni og þá því þetta mikilvægið hvernig við byggjum upp skýrsluna og þriðju hlutinn og það er sem sagt upplýsingagjöf samkvæmt 8. grein sem sagt flokkunarreglugerðarinnar og eins og ég sagði áðan með ESF-ið og tölum svona almenna ábyrninga. Vandamálið er dálítið það að við erum ekki búin að innleiða þetta regluverk hvað varðar sjálfbærni. Það er enn sem komið er bara valkvætt, en við förum betur í það á eftir. Lausafjáráhætta, þetta er dálítið svona stór liður í mörgum félögum og það sem menn hafa tekið eftir í Evrópu að það hefur verið að breytast dálítið umhverfið þar. Við þekkjum öll þetta hugtak faktoring, er það ekki? Það er að segja að þegar félag selur viðskiptakröfur sem það á sína viðskiptamenn til einhvers konar fjármunafyrirtækis sem lætur það fá peningi strax og síðan þegar sem sagt reikningurinn fellur að gjalda innheimtir þá frá viðskiptavinum félagsins. Það sem við erum að tala sem sagt fjármunasamningum birgðir, þetta er það sem hafa kallað reverse factoring og það er þá til þess þegar þú er kannski með 30 daga greiðslufrest. Það dugar ekki upp á lausafjárstöðuna hjá þér þannig að þú tala þá við banka eða einhvers konar fjármálafyrirtæki og biður það eða gerir samning við það að það fjármagni þig þannig að það gerir upp við byrgjan, þannig að segja annarkvort í staðgreiðslu eða eftir mánuð eða 2 mánuði, en þú borgar þeim þá eftir 2 mánuði, 3 mánuði eða 4 mánuði eftir atvikum. Og nú urðu breytingar á staðlunum við 7 sjóstreymi þar sem það var gerð krafa ítarlegri upplýsingagjöf hvað varðar þessa samninga eða samninga sem hafa þessi einkenni. Svo sem varðandi lengd greiðslufresta og tryggingar sem eru veittar, en líka eða með marga og ólíka samninga, það er að segja stór fyrirtæki og samstæður, þar geta oft verið með mjög ólíka samninga. Og þá þarf að fjalla samningana og lýsa þeim. Þannig að það er náttúrulega töluvert ítarlegri kröfu hvað þetta varðar. Og þetta skiptir máli því að áhættan er náttúrulega svo. Hvað gerist ef markaðsaðstæður breytast? Hvað gerist ef félagi getur ekki staðið við skuldbindingar eða kjör á markaði til að breytast verulega? Síðan eru nýjar kröfur í staðnum miðað 1, það er að segja framsetningu reikningsskila. Þær ná til langtíma skuldbindinga og sem eru bundnar skilmálum, en við þekkjum þetta öll bara með okkar eigin lána. Það eru lánaskilmálar. Láni eða gjaldfalli við borgum ekki á réttum tíma. Hjá fyrirtækjum þá er kannski eigin fjárþekja eða aðra slíka kröfur og félögin þurfa að uppfylla þessi skilyrði. Ef þau gera það ekki þá er búið að rjúfa kommentana, það kallar á það að langtíma lán getur verið gjaldfallið. Það þarf þá að gefa slíkar upplýsingar hvað þessa skilmála, það er að segja að þau skipta máli, hvort það sé hætta á því, hvort það félagi sé til dæmis í samningum endurfjármögnun, hvort það sé vanskilum og svo framvegis. Og svo kannski það sem hefur verið að koma dálítið á yfirborðið, það eru ábendingar sem hafa, eða atvik sem hafa komið upp í eftirliti það að menn hafa ekki sett sjóstreymi fram með kannski alveg réttum hætti og í þessu tilfelli þá hafa menn átt til að jafna hlutum. Það eru líka auknar skýringakröfur sjóstreymið, til dæmis varðandi liði án greiðsluáhrifa. Þeir mega ekki verið inn í sjóstreyminu, þeir eiga verið inn í skýringum og þá að vera fjallað þá þar. Ég taka bara eitt fram, þetta náttúrulega byggir alltaf því að þetta sé það sem við köllum verulegir liðir. Þetta er undir mikilvægi skilgreininguna. Almenna reglan hjá okkur er svo að við erum ekki að skipta okkur á hlutum sem teljast ekki materileg reikningsskilum. Við erum alltaf að fjalla þetta materilegati þegar við erum í eftirliti. Og síðan er seinni hlutin að þessi beinist að IFRS.
Þetta hafi ekki verið neinir stórir og nýir spennandi staðlar sem hafa verið að innleiða. Það hefur allt verið hefur allt verið meira og minna sjálfbærni megin, en þannig að þetta svona meira tiltekt á kannski á þeim hlutum sem þarf að fjalla og minni breytingar á þessu umhverfi. En eitt af því sem hefur aðeins verið að fara í menn er það að upplýsingar reikningsskilaferðir, þess að dómgrein stjórnenda sem kemur alls staðar inn í mat á hlutum eða liðum í efnahagsreikningi og rekstrarreikningi og verulega matslegir, að þeir eiga að vera sértækar, þeir eiga að snúa félaginu og þeir eiga að vera í samræmi við aðrar upplýsingar í reikningsskilunum og það sem menn eru dálítið að tala þetta er dálítið mikið boilerplate. Það sama skýringin sem þú sérð í öllum félögum, burtséð frá því hvað félagið sjálft er að gera eða hvað félagið sjálft stendur fyrir fram. Og ég var reyndar á mjög skemmtilegur fyrirlestur í HFLE fyrir ekki svo lengur þar sem maður frá Íslandsbanka var að fara yfir bara 2 félög sem í sömu starfsemi og maður myndur halda sig við eins, það er að segja Festi og Hagar. En þau eru verulega ólík margt, þessi félög. Þrátt fyrir að þau séu bæði í matvörugeiranum, þannig að sé, bæði með svona svipað uppbyggingu, þá til dæmis þegar kemur að fasteignum félagana og hvernig það sett fram, í hvaða starfsemi og hvernig þeir skipta sér og hvernig þeir gera hlutina, það bara mjög ólíkt á milli þessara tveggja fyrirtækja sem myndi halda væru eins. Þannig að menn þurfa að passa þetta að skýringar þessa liði séu góðar, það séu ítarlegar og það taki til félagsins. Og þá sérstaklega að fjalla þessa liði þar sem dómgrein stjórnenda hefur verið áhrif. Hvaða forsendur það hvíla á, hvað að horfa til þegar þú ert að meta þetta. Það mat á því hvort að félag, og eitt sem við erum að koma upp á sem hefur valdið okkur dálítið vonbrigðum, bara svo vitið þessi félagstur verður tekin upp og hann verður settur inn á netið ásamt öllum gögnum, þannig þeim verður að hafa aðgang þar. Svo eitt, það sem sagt mat á fjárfestingum í félögum, þá hvort þetta flokkist verulega áhrif, þannig sem svo hlutdeildarfélög, hvort þessi starfsemi í sameign, það er að segja joint venture eða yfirráð. Og með yfirráð þá erum við að tala hvort að félagi sé dótturfélagi eða ekki. Við erum búin að fjárfestingur í félagi, við þurfum alltaf að spyrja þessari spurningar, eigum við félagi það mikið, höfum við yfirráð í félaginu, er þetta dótturfélag okkar. Það hefur verulega áhrif á mjög margt hjá okkur og kannski ágætt láta sketið að þegar kemur að félög sem beita ársreikningalögum, þá er þetta nákvæmlega sem ákvæði sem gilda þar. Sem ekki þannig að ársreikningatilskipuninni þá var tvennt sem Evrópusambandið tók kannski fram fyrir hendurnar á ríkjum og sagði bara, þegar þið skoðið hugtakið yfirráð, þá horfið í alþjóðlega reikningsskilastaðla, þegar þið talið skilgreiningu á tengdum aðilum og það, þá horfið þið aftur til alþjóðlega reikningsskilastaðla. En það verður að segja eins og að það hefur komið upp í eftirliti hjá okkur að við tökum eftir því að félag á dótturfélag. Við spyrjum, okkur í ósköpunum gerður ekki samstarfsreikning og þú þarft að gera það. Svo kemur þetta furðulega svar. Já, nei, þetta er bara 50% eignarhlutur, þetta er ekki dótturfélag. Þetta á ekki að geta gerst. Stjórnendur, ef þeir eiga eignarhluti í félögum, þurfa að leggja mat á svo hluti. Og maður spyr sig hvernig slíkt mat fer fram ef allt í einu félag sem var áður dótturfélag verður ekki allt í einu dótturfélag. Þegar við byrjum að spyrja þetta fíkt í hlutunum. Og þarna, eins og ég segjum, var ég mjög hissa á endurskoðendum þessara félaga. Þetta var ekki félag í Kauphalli að taka það fram og þetta hefur aðalega komið upp varðandi félag sem falla undir ársreikningalög. Þetta er mjög sérstakt þegar svona kemur upp og maður spyr sig hvað var endurskoðendum til dæmis að gera þegar maður að fara yfir þessar fjárfestingar sem voru verulega í þessum félögum. Svo er náttúrulega staðan fyrir 15 og tekjur af samningum við viðskiptavinni og þá sér í lagi vegna þessar samningar sem eru ná yfir fleiri en 1 tímabil. Og ef hvað er matsgerð, þá er það tekjur af samningum við viðskiptavinni, þess að tekjufærslan hjá okkur. Hún byggir á endurgjaldurinn sem við gerum ráð fyrir að við fáum sem matskennd. Það geta verið alls konar matskendir eða sem sagt breytilegi liði sem koma inn og svo framvegis inn í þessum samningum. Þannig að
það hefur dálítið skort á að menn séu með góða og fullnægjandi upplýsingagjöf hvað varðar þessa liði og ef við förum aftur í svona kannski íslensk fyrirtæki, og ég alls ekki að tala reikningsskil þessara félaga, ég bara tala svona að ef við tökum til dæmis Eimskipafélag sem með alveg gríðarlega mikið af mörgum ólíkum og flóknum samningum eða Icelandair þar sem og líka með gríðarlega mikið af bara örlitlum samningum þegar við erum að kaupa flugmiða, hvenær máttu tekjufæra á hvaða tímabili, hvað ertu búin að uppfylla, hvað ertu ekki búin að uppfylla, hvenær ertu búin að uppfylla það, hvað með eins og ég segi, þú nota bókunarsíður eins og Expedia, það til dæmis verulegur munur á þessum gömlu umboðsmannaviðskiptum og því sem við köllum og svona fyrirbrigðum eins og Expedia, hvað var að tekjufærslu, hvernig við setjum tekjuna fram, hvort við setjum það fram í heild eins og í umboðsmannaviðskiptunum eða við það sem við fáum frá Expedia. Það líka varðandi langtímasamninga eins og til dæmis í byggingaframkvæmdum og öðru slíku. Og hvað var að backlog þar að segja við eigum rétt á einhvern tekjum fram í tíman. Við erum bara ekki búin að uppfylla skuldbindingar okkar eða lofurinn okkar. Það hefur dálítið skort á að þessi upplýsingagjöf sé fullnægjandi og ef einhver liður skiptir máli í reikningshaldi eða í reikningsskilum, þá myndi ég halda að það væri tekjurnar og hvernig þær eru farðar. Þetta til dæmis þegar menn eru að meta verið hlutabréf eða annað slíkt, þá kannski erfiðasta matið að gera ráð fyrir hvernig tekjur munu þróast yfir næstu ár. En til dæmis greining á sjóðstreymi og free cash flow, hún byggist á því. Svo kemur þessi grænipunktur hjá okkur, það þetta nýja regluverk sem hellast yfir okkur og erum við vandræðum. Það ekki búið að innleiða ákvæði þessara ágætu tilskiptingar CSRD-tilskipunar og þar af leiðandi eru staðlanir hafa þeir ekki tekið gildi. Þeir verða svona ekkert ósvipað eins og IFRS við Evrópusambandið gerir kröfum að félög noti þessa IFRS staðla. Við þurfum reyndar að samþykkja þá og fara yfir þá, en þegar þeir eru orðin að gerð eða að reglugerð hjá þeim, þá eru þeir teknir yfir í samninginum Evrópska efnahagssvæðið hjá okkur og við innleiðum þá við okkur sem gerðir. Sama mun gerast með þessa staðla. Það sem átt að gera og hvernig við áttum að gera þetta, ef við tölum aðeins það, þá áttu félög í kauphöllum sem voru með 500 ársverk, ekki starfsmenn heldur ársverk, og þetta eitt af því sem hefur kannski aðeins verið að brenna hjá okkur í fyrirtækjaskrá þar sem menn hafa verið að rögla saman ársverkum og fjölda starfsmanna sem hafa unni hjá viðkomandi félagi. Það varðar kynjahlutföll í stjórnum og öðru slíku, en ársverk eru raun og veru fullt starf í félagi yfir allt árið. Þannig að félag sem eru með 500 ársverk í kauphöllum, þeir átt að beita þessu nýja regluverki eða ESRS stöðlunum sjálfbærniskýrslur fyrir árið 2024 og nú náttúrulega þessi löggjöf að fara í gegn, það gerst ráð fyrir að fara í gegn í ársbyrjun. Ég yrði hissa að ef Alþingi myndi innleiða þetta fyrir árið 2024 og við myndum aldrei mæla með því, við myndum mæla með að við býðum allavega 1 ár og hversu lengi það tekur Alþingi að samþykkja þetta, gæti það hugsanlega farið upp í 2 ár. En þessar reglur hafa tekið gildi í Evrópu. Við vitum að það eru félög á Íslandi í kauphöllum sem hafa verið að vinna á bara fullu við að innleiða þetta og telja sig að hafa jafnvel hagsmuni að því að gera það og birta þessar upplýsingar strax. Vegna þess að þau eru að fjármagna sig til dæmis erlendis og þetta bara krafa þar. Þá þurfa menn að gæta þess að þó þetta sé ekki orðin skylda heldur valkvætt og þú þarft að uppfylla allar þær kröfur sem koma fram í þessu. Það þýðir ekki að segja að þú gerir sjálfbærniskýrslu í samræmi við SRS, þú gerir hana bara svona einhverju leyti í samræmi við SRS. Ef þú lýsir því yfir að sjálfbærniskýrslan sé gerð samkvæmt SRS, þá þarf hún að vera að öllu leyti. Og stóra atriðið þar þetta á mikilvægi. Það mikilvægt í reikningsskilum eða í sjálfbærniskýrslum þessara fyrirtækja. Það ekki mikilvægt. Það það sem dregur vagninn hvað varðar upplýsingagjöfina. Og ég hef alltaf sagt að
þetta er kannski það sem ég hef svona óttast mest sjálfur. Það er mjög lítið mál að leggja mat á mikilvægi í svona fjárhagslegum ásetningi. Þú veist hvaða tölur eru, veist að upp í félagi svo Reiti sem er á, eða Regin, fasteignafélag sem er á markaði. Þú veist að þetta er svona eitthvað starf á bilinu 0,89% efnahag til svona kannski 1,12% efnahag. Svo myndum við slá á að væri mikilvægismörkin í þeim reikningi. Þetta er ekki hægt í sjákvæðningareiningunni. Hún er líka tvíþátta, hún tekur annars vegar til það sem kalla áhættu ávinnings eða risk and opportunities og hins vegar til áhrifa frá starfsemi félagsins eða impacts. Og aftur komum við dálítið að þessu, að eins og því ég var að taka dæmi kannski með Haga, aðeins með þetta kannski í huga líka og festi, að fyrirtæki geta verið, og ég séu sömu atvinnustarfsemi og mjög líkt, og geta líka verið mjög ólík. Þannig að þetta ferli og hvernig við vinnum það er það sem skiptir mestu máli og ég ætla kannski að benda fyrirtækjum því að þetta er að koma, þetta er skýr krafa og mikil áhersla af hálfu Evrópusambandsins, þetta verður innleitt hjá okkur. Að þau félög sem gengur til dæmis, stór félög sem gengur til dæmis í gegnum taxonómi innleiðinguna, þetta getur tekið 1, 2 og jafnvel 3 ár að ná tökum á þessu. Og það er ekkert í boði að bíða lengi með þetta. Það eru góðar leiðbeiningar og Evrópusambandið hefur verið mjög duglegt að setja bæði fram svona það sem við kallum QA eða spurningar og svör á heimasíðunni hjá sér eða vefsíðu sem þeir hafa opnað í kringum þetta. EFRAG sem er reikningsskilaráð Evrópu hefur líka verið mjög duglegt og þeir hafa gefið út mjög góðar leiðbeiningar annars vegar varðandi eða þannig kalla implementum guidance varðandi mat á mikilvægi og hins vegar varðandi virðiskeðjuna. En hversu ítarlegar upplýsingar og hvað við fjöllum í sjálfbærniskýrslunum, það byggir á þessari mikilvægisgreiningu þannig að hún er lykilatriði. Hún er lykilatriði að skilja hvernig félagið starfar, hvernig við metum þetta, við þurfum að segja frá, stjórnendur þurfa að segja frá því hvernig þeir horfa á þetta. Þeir eru helstu haghafar því að það skiptir máli, athafnir, viðskiptasambönd, hvar félagið starfar og svo framvegis. Og svo kannski að benda fólki á að burtséð frá mikilvægi, þá eru gerðar vissar kröfur í staðlunum ESRS 2 sem fjallar upplýsingagjöfina og þær eru alltaf skylda. Það þarf alltaf að birta þær upplýsingar. Þannig að þeir hafa tekið dálítið af upplýsingum úr stöðlunum sjálfum, þar að segja þessum tópikstofum sem við köllum, þar að segja E1-5 og S1-4 og S1-1 og fært þar þangað inn. Þannig að það eru svona vissar upplýsingar þar alltaf fjallum þarna. En sem ég segi, þetta er ekki orðið skyld á Íslandi. Evrópusambandið, innleiðingin sem við munum fylgja hjá þeim er þessi stór félög í Kauphöllum með 500 ársverk átt að fara inn árinu 24, Hugsala inn árinu 25. Stór félög bara almennt eða samstæði, burtséð frá því hvort þessu Kauphöll eða ekki, þau eiga að fara inn árinu 25. Það er að segja birta fyrstu skýrslur á árinu 26. Ég gerir svona frekar ráð fyrir að þessi stór fyrirtæki Kauphöll með 500 ársverk og stór félög almennt verði bara tekin saman í eina púlíu og birti þá fyrir árið 25 á árinu 26. Og svo er þetta það sem er kallað SME eða litlir og meðalstórir útgefundur í Kauphöll. Þeir áttu þá að fara inn á árinu 26 og birta árinu 27. Þannig að félög sem flokka sem lítillega meðalstór er í Kauphöll og það er eitthvað slík félög sérstaklega þegar kemur að skuldabréfaútgáfu. Þau geta raun og veru flesta þessari innleiðingu í alltaf fram til þessa, en þá taka sérstakir staðlar sem eru svona ekki ítarlegir gildi fyrir þessi félög. Þannig að Evrópusambandið hefur horft dálítið mikið til þess að meta svona stærð og áhrif fyrirtækja, að þetta sé ekki of íþyngjandi fyrir öll félög. Jú, og eitt að örfélög í Kauphöllum, þessar félög sem eru með það litla starfsemi eru það lítil eru samt í Kauphöll, ég veit allavega eitt slíkt félag, þau eru algjörlega undanskilin þessum kröfum. Ég var að tala, í þessu tilfelli þá var ég að tala félag sem er í eigu sveitafélagi út á landi og var einhverja tiltekna framkvæmd, ég man ekki hvort þetta var skóli eða íþróttahús eða eitthvað slíkt. Það var sameiginleg framkvæmd hjá þeim.
fjármögnað með skuldabréfaútgáfu, þetta flokka sem örfélag og mun flokka sem örfélag og þarf ekki að birta neina slíkar upplýsingar. Síðan afmörkun og framsetningu upplýsingar í sjálfbærniskýrslum. Hérna þurfa menn að passa sig dálítið á því. Ef þú ert bara með ásetning, þá er þetta tiltölulega einfalt mál. Þá nær þetta bara til félagsins. Ef þú ert hins vegar með samstæðu, þá þarf að gæta þess sérstaklega að það sé samræmi á milli sjálfbærniskýrslunnar og samstæðunnar. Það er að segja sjálfbærniskýrslan á að vera yfir þau félög sem eru tekið með í samstæðunni sem er birt í fjárhagslega hlutum. Það þarf að gæta vel að þessu og það þýðir líka það, ef einhver tiltekinn liður í samstæðu er talið mikilvægur, þá þarf að birta það fyrir og samla þessum upplýsingum fyrir alla samstæðunni í heild. Síðan náttúrulega eins og ég segjum, en við bara vera að benda á ákvæði 63 til 67, það vantar enda bannslík á milli í stafnum með SRI. Taka til mats áhrifum viðkomandi félagslega samstæðu verið skeðjunni, þannig að menn þurfa dálítið að hugsa það hvernig söfnum við þessum upplýsingum sama hvað kerfi þurfum að nota. Það sem ég ætla kannski að segja, kannski að benda mönnum á, það sem skiptir máli er að menn skipleggja sig vinna þetta vel í upphafi því að endurskoðun eða staðfesting, þetta er talað svona limited assurance þess að byrja með, að þessar staðfestingar á reikningsskjölunum, kostnað við þær, það mun aukast í réttu hlutfalli við hversu óskilvirk kerfin eru í viðkomandi félögum. Það bara segir sig ef þú ert með lélegt innra eftirlit að það er endurskoðun að gera meira. Alveg eins og bara þess að félag sem gefur út hefðbundinn ásetning og hann er endurskoðað, er innra eftirlit félagsins er lélegt, ef þessi kontról er ekki til staðar eða ekki fullnægjandi, þá þarf endurskoðun einfaldlega að endurskoða meira. Það þýðir að endurskoðun er dýrari. Þannig að það þarf að huga vel að þessum hlutum öllum og hvernig við gerum það. Ákvæði síðan 60, svo eru ákvæðum aðlög, þeir eru bara hluti af þessu regluverki, en þá kemur þetta skelfilega vandamál sem stöndum frammi fyrir. Við erum nú þegar 1 ári á eftir innleiðingu, hugsanlega 2. Það þýðir að 2 ára ákvæði aðlögun eða 3 ára ákvæði. Það fellur niður þar að segja þeir eru bundið þessum innleiðingafasa í gegnum Evrópusambandið. Menn þurfa að passa sig á því. Við erum ekki farið inn 2 árum seinna með þess að við drógum lappirnar og fengi líka 2 ára aðlögun. Það er bara, sorry. Kosturinn hins vegar verður sá að við sjáum þá hvernig öll þessi vandamál sem munum koma upp í þessari innleiðingu, hvernig Evrópu eða félög í Evrópu eru búin að leysa þau og eftirlýsa það. Það er sem sagt svona góða við þetta. Vandamálin koma þá kannski ekki upp hjá okkur. Það verður búið að leysa þau þegar við þurfum að byrja að birta þessar upplýsingar. Svo er 3. atriði og það skiptir máli. Það er þá hluti af þessari ófjárhagslegu upplýsingagjöf og það er flokkunarreglugerðin. Það eru upplýsingar sem þurfa að vera þar og þessi félög sem verður stór og fall undir þá ágætu reglugerð. Hún ásamt fjármálareglugerðinni eða SDR-reglugerðinni. Hún var sem sagt lögfest í lögum nr. 25/2003. 2023, ekki 3. Bara aðeins svona, þetta er ekki það gamalt regluverk, þetta er eiginlega alveg spunkunýtt. Svona stundum lýst þessu eins og við sem að hjóli sem við erum að smíða í leiðinni og þetta er erfitt. En það sem þeir eru að tala þar það eru sniðmál sem eru gefin út og menn eiga að nota þau. Það á ekki að aðlaga þau, það á ekki að breyta þeim og svo framvegis. Og enn og aftur, bendum við mönnum dálítið á það er búið að vera mjög gott Q&A frá framkvæmdastjórninni og mjög góð upplýsingagjöf og stuðningur hjá þeim hvað þetta var. Þetta er kannski það sem snertir mest félögin í þessari sjálfbærni upplýsingum en þessi félög falla náttúrulega undir ákvæði 66D. Hún mun detta út þegar SRS hefur tekið gildi af fullu en hún gildir í dag. Þannig að menn eru með þessa ófjárhagslegu upplýsingagjöf og ég ætla kannski benda mönnum á og þetta verður sett inn. Það er ætlað þess að menn fari eftir leiðbeiningu framkvæmdastjórnar Evrópu. Annars vegar sem sagt
hvernig við setjum þessa skýrslu fram og hins vegar hérna varðandi loftslagsmáli sem var birt 2019. Sameiginlega rafræna skýrslusniðið er að svona horfa dálítið á þessar villur sem hafa verið að koma upp. Og þessar villur hafa verið að koma upp því að þetta er ekki byrjað fyrir ESF. ESF er ekki byrjað fyrir fyrirtæki sem beita sjálfbærninni. Þetta nær til félaga í kauphöllum og við tókum alltaf á Íslandi þá ákvörðun að spara. Það er að þar sem þetta var ekki orðið skylda að gera þetta hjá ársreikningaskrá, var ákveðið að setja enga peninga til ársreikningaskráar til þess að byggja upp kerfi til þess að geta tekið á móti þessu. Við horfum á það að félög í kauphöllum birta þessar ESF upplýsingar í kauphöllinni og menn sækja þetta þar yfirleitt. En nú kemur svo skelfilega staða upp að í sjálfbærniskýrslunum þá eiga þessar skýrslur að vera rafrænar. Og bara að segja eins og að það eftirlit með sjálfbærni skýrslum og ESRS og hvað varðar ESF-ið, það er algjörlega ófjármagna. Það á alveg eftir að fjármagna það. Og þetta er eitthvað sem þarf að taka á í lagasetningunni varðandi innleiðingunni á þessu öllu. En það er svona rétt tenging við flokkunarkerfi, það er að við séum að tengja rétta liði í reikningsskilunum við rétt hugtækin í þessu flokkunarkerfi. Það er aðeins skort upp á það hjá mörgum fyrirtækjum. Það er svona sérsniðin hugtök og það sem við verðum að tala um það er að þau eru svona mjög skrýtna liði og það er ekki öll fyrirtæki eins, þau getur verið mjög ólík. Ef þú ert með mjög skrýtna liði eða svona mjög ólíkt fyrirtæki þá geta maður verið með ákveðið svona sérsniðin hugtök og þetta eru hugtök sem er ekki kannski skilgreind inn í þessu ESF taxonomy og þessu flokkunarkerfi þar. En það þarf að skilgreina dálítið vel til þess að útskýra hvað er átt við með þessum lið. Svo náttúrulega gæða áreiðanleiki merkinga. Það er svona dæmi það ef til dæmis við erum ekki að tengja viðkomandi lið við viðkomandi skýringarlið. Það á að marka upp, það er verið að tala um einhverja tölu til dæmis tekjur og hún á að vera markað upp eða tengd við skýringarnar í ársreikningnum. Og svo er það rétt framsetning tölulega gildra, þar hafi verið að koma upp ótrúlegustu hlutir eins og að bankarnir til dæmis, ég er alls ekki að tala um íslensku bankarnir hérna, bankarnir til dæmis birta sér reikningsskil í milljónum, mörg félög í þúsundum, önnur í evrum eða dollarum eða pundum. Og þegar það er gert, þá þarf að gæta þess að þetta sé tengt með réttum hætti, þannig að það komi skýrt fram. Þannig að ef þú ert eitthvað félag sem er með tekjur sem upp á 100, þá er þetta mögulega hvort það séu 100 milljónir, 100.000 eða 100 krónur. Þannig að þarna hafa verið að koma ótrúlega klaufalega villur. Þetta er sem sagt, síðan líka stundum sömuliði þó að það sé svona yfirleitt eins og í framtalinu okkar, þú bara slærið tölur og stundum þarf að setja mínus fyrir framan. Það hefur stundum vantað upp á og svo þetta samræmi út reikningum. Þannig að menn þurfa að tryggja þessar tölur að tölur upplýsingar í reikningsskilum sé réttar og í samræmi við reiknireglur. Og þessu ESF eftirliti var svona skellt á okkur á þess að við vissum raun og veru að því, við erum bara svona á seinasta degi og það er líka ófjármagnar. Þetta bara bættist ofan á allt annað hjá okkur. Svo nokkur atriði sem eru svona bara almennt til umhugsunar og við þurfum alltaf að vera með svona augun á. Og það er eins og samhengi á milli upplýsinga í fjárhagslegum reikningsskilum og í sjálfbærniskýrslum eða í ófjárhagslegri upplýsingagjöf. Það þarf að fara saman hljóð og mynd. Við erum að benda vátryggingafélögum sem starfa í vátryggingageiranum, þeim er bent á að kynna sér þessa skýrslu from black box to open book. Open book, hún var birt bara í seinasta mánuði. Hún verður sett inn, þessi skýrsla verður sett inn sem fylgi í gagn með þessum fyrirlestri. Bara svo þið vitið af því. Sama með losunarheimildir eða carbon allowance, en þar er yfirlýsing á verðbréfaeftirlitinu ótrúlega fallegt orð, svona clearing the smog, þetta er svona svolítið dramatísk á. Aftur frá því núna bara í október, hún verður líka sett inn. Ég gerum reyndar ráð fyrir að endurskoðendur í stóru stofunum fylgist nú vel með þessu og hafi farið yfir þetta. Og svo það sem við erum alltaf að biðja það þegar menn eru með svona það sem við kalla aðra árangursmælikvarða, eða APM, þá erum við að tala til dæmis eins og EBITDA-mælikvarða sem er ekki skilgreindir í IFRS.
þá þarf að gera þetta svona ábyrgan gagnsæjan. Það að segja, þú þarft að upplýsa hvernig þú finnur þessa mælikvarða. Og hér líka að vera dálítið breyting á stöðlunum því að það fyrirhuguð breyting þar sem koma fram reglur það, eða verða að setja fram reglur það í IFRS, hvernig þú greinir frá slíkum árangursmælikvörðum sem eru svona utan við þetta hefðbundna skóp á IFRS. En þetta sem sagt það sem við vorum að tala komum kannski aðeins fram í tíman varðandi hérna eftirliti með eða samt áhersluatriðin frá Verðbréfaeftirliti Evrópu sem við náttúrulega förum eftir og ná til allra félaga sem beita alþjóðlegum reikningsskilastofnum hvort sem þau séu kaupvilla eða ekki. Það eru úrtaksfræðin okkar sem svona það sem eftirliti beinist fyrst og fremst að kaupvillafélögum. En síðan eru svona áhersluatriði ársreikningaskráar og það eiginlega þau hafa svona í ár eins og reyndar alltaf byggt á því hvað hefur verið að koma upp í eftirlitum hjá. Og merkilegt nokk við erum ennþá með skýrslustjórnar og merkilegt nokk við erum ennþá með leigusamningan inni. Búin að vera með til nokkur ár og ekki þokast nógu vel. Kannski eitt sem ég ætla að segja við í hérna apríl-maí þá kemur úr skýrsla frá Verðbréfaeftirlitinu niðurstöður á eftirlit á öllu evrópska efnahagssvæðinu. Hún hefur alltaf verið birt árlega og við vorum í kynningu á henni núna í vor. Það ánægjulega að fyrirtækin eru að horfa á áhersluatriði evrópska verðbréfaeftirlitsins. Við sjáum bætinguna bara beint í gegnum þessa eftirlitsskýrslu. Ég vildi óska við getum sett það sama hérna, félög sem beita ársreikningalögum. Það því miður ekki alveg þannig. Kannski líka út af því að þetta meginþorrið fyrirtækja, þau eru mjög misjöfn af gæðum og stærð, mjög misjöfn hverjir eru að aðstoða við framsetningu og gerð og kannski eðlilegt. En skýrslustjórnar, það eru veruleg vanhöld að hún innihaldi þær upplýsingar sem þar á eiga að vera. Og það kannski versta þegar þetta eru orðin millist á meðalstór eða stórfélög. Þá koma inn svona auknar kröfur upplýsingar og það aðalega grein 66 og þetta skortir mjög mikið á að þetta sé í lagi. Bara litlir hlutir eins og bara þessi fjalla aðstæðum félagstöð. Þú segir okkur hvað félag að gera, hvernig félag mynda tekjur. Men eiga það ennþá til að remja bara upp úr sér skýringunni í hérna félagið kaup og sala fjármálagerningum, fjárfestingar í fasteignum, kaup og sala fasteignum og svo framins. Svona ísaflokkun eins og við segjum, þetta ekkert með hvað félagið að gera, hvernig félagið mynda tekjur. Að hún á að gefa glöggamynd á þróun stöðu árangur í rekstri á yfirstandi reikningshalla. Þú átt að segja okkur hvað gerðist og mér finnst alltaf hvað einna best þar sem hann Unnar Friðrik framkvæmdastjóri FLE sagði hvað þetta varðar. Þetta ekkert flókið, þetta bara eins og þú bara hugsaði og sér til fermingarveislu og þú spurður hvernig gekk í félaginu. Ekki segja að hagnaður ársins var þetta, eigi fyrir þetta búið. Segðu hvað gekk á í félaginu og af hverju. Ja, þetta var gott ár út af þessu. Þetta var ekki gott ár út af þessu. Og við höfum áhyggjur af þessu út af því að nú ætla menn að taka kvótan okkur eitthvað slíkt. Það bara segðu frá því hvað að gerast, frá því hvað þú stendur fram yfir. Þetta á að vera sértækt og þær eru, ef eitthvað, við notum orðið boilerplate eitthvað, þá eru það skýrslustjórnar. Það eiginlega svona eins og það sé bara sett fram eitt sniðmát fyrir alla skýrslur. Hún þarf að veita allar aðra þær upplýsingar gerir hverfi 65. grein ársreikningalega. Þar tökum við mikið eftir því að félag hefur á eigin hluti eða hefur keypt eða selt eigin hluti á árinu, þá það ekkert að segja frá því. Það eru mjög skýrar kröfur þetta. Og þær koma frá Evrópusambandinu, þetta ekki eitthvað svona sér íslenskt fyrirbrigði. Það eru meira það skýrar og harðar að þeir gera kröfum þetta í þessum svokölluðum hnapsreikningum að það verði að greina frá þessu þar. Svo ef það var við leikur á rekstrarhæfi þá á að segja okkur frá því af hverju stjórnendur telja að félagið sé rekstrarhæft. Það ekki bara að félagið er rekstrarhæft eða segja það, að félagið er rekstrarhæft vegna þessa. Muna þetta að vera sértækt, eins og ég segi, það skortir mikið á að skýrsla meðalstóra og stóra félag í stærra sem félagið því Ítalíu þarf fullnægjandi að vera og hún sé fullnægjandi að menn sé að lýsa það sem gott yfirleitt verið árangur stöðuþróun og lýsing á þeim áhættum og
óvissuþáttum það standum frammi fyrir og það sem ég kalla nú stundum sko IFRS 7 skýringar, þar að segja upplýsingar um fjármálagerninga, að það komi fram upplýsingar meginmarkmið stefnu og áhættustýringu. Það er varla það félag sem er ekki með viðskiptakröfur sem dæmi. Hvernig eru þann metnar? Hver var hérna varu og niðurfærsla ársins og svo framvegis. Það með langtíma lánin og svo koll og kolli. Aðrar upplýsingar sem ber að veita samkvæmt þessum kafla komið fram í skýrslu stjórnar og eitt sem ég hef tekið eftir, ef þú ert með stórt félag þá þarf stjórnarhættaryfirlýsingin að vera til staðar, þar að segja góða stjórnarhætti í hverju félagi fyrir sig. Það er ekki hægt að vísa eins og með ófyrirslu upplýsingar gefin upp í samstæðuna. Stjórnarhættaryfirlýsingin þarf að vera í hverju félagi fyrir sig. Leigusamningar, orða þannig, það er ekkert fjallað um leigusamninga. Jú, það eru félög sem eiga eignir og þá erum við ekkert að spyrja út í þetta. En svo sjáum við félög sem eru í rekstri, eru kannski reka verslanir eða annað slíkt. Það sem má ætla að þau leigi allavega til sín húsnæðis. Og það er ekki stafkrókur í skýringum þetta. Eitt af vandamálum sem við stöndum fram með fyrir er það að við erum með svo lítið af íslenskum reikningsskilareglum. Að á Íslandi þá gilda alþjóðlegir reikningsskilastaðlar sem svona setta reikningsskilareglur eiginlega í öllum tilvikum. Eiginlega svona nýja tilvikið eru leigusamningarnir, þannig að félög þurfa ekki að fara í IFRS 16, þetta er stór og ítalur staðall. Þess vegna var búin til þessi nýja reikningsskilaregla RR6 um leigusamninga, en hún gerir kröfur um upplýsingar. Og það vantar að menn sé að segja frá þeim í samræmi við það. Það er eins og menn sagt, já, nei, ég ætla ekki að beita sig IFRS 16, það er alveg bara alltaf þungt, alltaf erfitt og ég skil það ekki. Þá þarf að veita þessar upplýsingar sem við erum að tala um hérna. Þú þarf að segja frá því, við leigjum þetta stórt húsnæði á þessum staði eða svona nokkuð einn þannig. Við þurfum að segja frá því að þetta sé sem sagt ótímabundin samningur sem framleikist 6 mánuði, 9 mánuði eða 12 mánuði og svo framvegis. Heildarfjárhæð skuldbindinga með leigusamninga, jú, það er þú væri með bundin samning. Skatturinn ef hann ætti að segja frá þessu samkvæmt RR6, þá erum við held ég með 30 ára samþing við þetta hús við Íþöku. Þannig að þá þyrftum við að reikna það, þá þyrftum við að reikna upp þessar skuldbindingar allar og setja þær inn í skýringarnar. Þetta getur bæði fyrir rekstrarleigu og fjármögnunarleigu. Og kannski það sem ég ætla að enda á, því ég sé að við erum alveg bara á lokamínútunum, samt að taka spurningar. Það er stærðarflokkun félag. Hún skiptir ofboðslega miklu máli. Hún dregur vagninn hversu ítarlegar upplýsingar eða verið reikningi. Hún gerir vissar sérkröfur, svo sem varðandi 67. grein, með félagi stórt varðandi varðandi ófélagslega upplýsingagjöf og hvort þú fallið undir þá ESRS-ið í framtíðinni. Og það er eins og mjög margir, eins og mér finnst nú þessi grein einföld og þægileg, eins og mjög margir hérna sé ekki alveg átta sig á ákvæðunum, sé ekki alveg að átta sig á ákvæðunum varðandi þessar stærðarflokkun. En það er bara basically þannig að ef félag hefur fjárfest í öðru félagi, eins og við áðan í IFRS-unu þá það að spyrja sig, förum við yfir á, er þetta dótturfélag? Ef það á dótturfélag, þá ræðst stærðarflokkunin að samstæðreikningi eða gerir samstæðreikning. Annars þarf að leggja sér félög, þar að segja stærðirnar, þessar viðmunastærðir, úr móðurfélaginu saman við öll dótturfélögin. Getur leitt til þess að samstæða sem er á mörkunum að verða meðalstór er samt lítil, að félagi sjálf flokkar sem meðalstór. Það þurfa að passa sig upp á það. Og þetta kallar líka á hvort þetta gera samstæðreikning eða ekki, þetta kallar á upplýsingar í skýringum og kröfurnar þar, og þetta getur haft áhrif á endurskoðunarskyldu. Til dæmis félag sem væri undir mörkum fyrir endurskoðun en er meðalstór samstæða er alltaf endurskoðunarskyldu. Burtséð frá því hvort það gerir samstæðan eða ekki. Þá segi ég bara takk fyrir mig og takk ykkur fyrir að hlusta. Og þá gerir ég ráð fyrir að Jónas sé með einhverja spurningar og ef það eru spurningar á sal, þá erum við með mikrofón þannig að hann geti þá borið þær upp. Engar spurningar. Ég er að kenna upp í HR og við samum með nemendur, ég fæ þá aldrei þess að spyrja hans í kennslu. Svo segja menn með amerísku nemendurnar að það sem við erum að kenna í bandarískum háskólum að þeir samkjæft ekki.
stundum vildi ég óska að ég væri að kenna í bandarískum háskólum. Það getur verið dálítið einmanalegt. En spurningar út úr netheimum ekkert komið í spjallinu. Ofboðslega hlýt ég þá að hafa bara verið skýr í dag, svona nýmæli. Eigum við bara segja þetta þá bara gott fyrst það ekkert komið og hérna ég ætla að taka það aftur fram. Fyrirlesturinn tekin upp, hann fer inn á þar að segja undir fréttir og tilkynningar, þar að segja þetta ferð inn á heimasíðu skatturinn.is, veljið þar fyrirtækjaskrá, ársreiningaskrá, fréttir og tilkynningar. Þar verður þessi sem sagt fyrirlestur, upptakan PDF af glærunum, allar skýrslur, áhersluatriði ársreiningaskráar, áhersluatriði verðbréf Evrópu, þær eru á ensku, við höfum ekki þýtt þær yfir íslensku. Síðan þessar tvær skýrslur og aðra skýrslur sem við teljum að eigi erindi við menn varðandi hérna þessi áhersluatriði. Þannig að þetta verður allt birt þar. Þá segi ég bara takk kærlega fyrir mig og takk ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til þess að bæði kominga, það ánægilegt að sjá fólk í salnum og ekki síður að fylgjast með okkur á netinu sem svona eða í gegnum streymi sem svona dálítið tákn nýja tíma. Takk fyrir mig.